Samkeppniseftirlitið ætlar að stefna mjólkursamsölunni fyrir brot á samkeppnislögum og krefst þess að MS greiði tæplega hálfan milljarð króna í sekt. Mikilvægt að fá úr málinu skorið fyrir dómstólum, segir forstjóri eftirlitsins. Tilkynning kynferðislega misnotkun í knattspyrnuheiminum rignir inn í Bretlandi eftir að fyrrum fótboltamaður greindi frá ofbeldi sem hann varð fyrir af hendi þjálfara síns þegar hann var barn. Formaður Vinstri grænna í æskulýðsstarfi knattspyrnufélaga á 9. og 10. áratug síðustu aldar. Sum fórnarlambanna fullyrða skipulagðan barnaníðshring hafi verið að ræða. Fyrrum knattspyrnumaðurinn Andy Woodward var fyrstur til að stíga fram og greina frá kynferðislegu ofbeldi sem þjálfarinn Barry Bennell beitti hann árum saman. Bennell þessi þjálfaði unga leikmenn Manchester City, Stoke og fleiri liða árabil og hefur minnst 3 afplánað dóm fyrir kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Fleiri hafa í kjölfarið haft sömu sögu að segja á Woodward og ljóst þykir að Bennell ekki eini ofbeldismaðurinn. Einhver fórnarlambanna hafa fullyrt að skipulagðan barnaníðshring hafi verið að ræða. Knattspyrnumaðurinn Paul Stewart einn þeirra sem í dag greindi frá áralangri misnotkun sem hann varð fyrir sem unglingur að hendi manns sem hann hefur ekki nafngreint. He was threatening that he'd kill my parents and my 2 brothers if I ever spoke out about this. Stewart segist sannfærður að hann sé ekki sá eini sem níðingur hans misnotaði. My belief is that there's hundreds. Í gær var opnað fyrir hjálparsíma þar sem fórnarlömb kynferðisofbeldis í knattspyrnuheiminum geta leitað til. Fleiri en 50 símtöl bárust á fyrstu 2 klukkustundunum eftir að opnað var fyrir hjálparlínuna. We are likely to get many more. Margir hafa velt fyrir sig hvers vegna málið sé fyrst að koma í ljós núna, sérstaklega í ljósi ítarlegra rannsókna á barnaníði í kjölfar uppljóstrunar ofbeldi sjónvarpsmannsins Jimmy Savile. I think it really does say something about the culture of football and the difficulties of men and young boys actually saying that they are victims of sexual abuse. Andy Woodward segist bjartsýnn á að breska knattspyrnusambandið rannsaki málið til hlítar. I'm hopeful, absolutely, because we do deserve it, you know. We went through hell. Vel á 4. tug ábendinga og kvartana hafa borist Umhverfisstofnun undanfarna daga vegna